Góðan daginn. Góðan daginn. Ég var að vinna hérna á Skagaströnd og sá að það er kaffihús hérna. Það er semst opið hjá þér. Það er opið allt árið hjá okkur. Er það ekki nýtilkomið? Jú, við erum með fyrsti veturinn í vetur, þar sem við erum opið allar helgar. Ertu búin að reka kaffi Bjarmanes lengi? Ég er búin að vera hérna í 3 ár og þar bara af sumrin og svo núna einn vetur. Og hvernig er aðsóknin svona yfir veturinn? Hún er betri en ég bjóst við. Fólk virðist vera að læra að nota kaffihúsið. Og það er betri en ég bjóst við. Ertu til í að selja með kaffi? Ég sé að þú ert með alveg ofboðslega fallega bolla. Þetta sér maður nú ekki á öllum kaffihúsum, svona sérstakar gerðir af bollum. Dásan, bleikur og fallegur. Segðu mig hvaðan þú færð þetta stæl? Þetta er Brest postulín sem ég pantaði í fyrra. En það var búið að flytja það til Íslands og ég keypti það bara í Reykjavík. Heppi? Já. En þau segja mér það hérna fólki í bænum að þessi staður sé alveg sérstakur því að hér hrúast fólk inn í pubquiz. Er þetta rétt? Já, þetta er rétt. Hér söfnist við saman alltaf annarkvæmt föstudag og spilum pubquiz. Og það er kannski gaman við pubquizi hjá okkur er að það er svo breiður aldurshópur. Við erum með bara þeir sem leyfast að koma inn 18 ára og alveg upp úr. Og allir skemmta sér rosalega vel saman. Hér er yfirleitt tróðið, sko. Fyrir þá sem eru að horfa og vita ekki hvað pubquiz er, segðu okkur það svolítið fyrst. Þetta eru þá 30 spurningar sem hafa verið spurðar, bara fáum spyrla utan á bæ og þeir spyrja bara kannski sitt áhugamál eða fólki í bænum eða bara hvað sem er og hinn er reyna að svara. Þetta er svolítið bara svona spurningakeppni. Er þetta þá lið? Já, 2 til 3 saman í liði og þetta geta verið tóndæmi eða myndir eða bara hvað sem er, sko. Og hverja færðu til þess að leiða þetta? Ég setti nú bara fram lista og bauð fólki að vera með og það gekk vonum framar. Hvað eru margir að mæta svona venjulega? Húsið tekur náttúrulega ekki nema 35. Það hefur verið svona 35-40 manns hérna, það var alveg bara að pakka, sko. En þú varst að hafa opið í fyrsta sinn yfir veturinn, semst í vetur. Og þið eru nú búið svo vel að það eru margir listamenn sem eru hér á Skagaströnd allt árið. Finnurðu mun á mannlífinu eftir að þeir komu hingað? Já, ég geri það og sérstaklega eftir ég byrjaði hér. Ég var mjög neikvæð fyrir Nes. Eins og, mér fannst þetta svolítið svona snobb fólk, sko. En í dag á ég ótrúlega mikið af vinum úr þessum hóp og þeir eru almennt séð er þetta mjög prútt fólk og gott fólk. Talandi fordóma og burtu með fordóma. Nákvæmlega. En stundum það maður bara að upplifa þetta? Já, maður þarf það og þau eru ósköp indæl, þetta fólk sem hefur komið til mín. En að húsinu, þetta er mjög sjarmerandi hús og fallegt. Hvaða hús er þetta? Upprunalega var þetta hús byggt sem kaupfélag, Skagstrendinga, en það var ekki rekið hér í mjög stuttan tíma. Og þá keypti sveitafélagið þetta og þetta var barnaskóli í fjöldamörg ár. Þannig að byggingin sjálf er mjög sterk og góð? Já, hún er það. Hún var reyndar komin að, það var nánast hruni. Það voru fallnir á henni skorsteinarnir og svo var þetta tekið í gegn og það lukkaðist bara mjög vel. En segðu mér aðeins með þetta kaffi, það er nefnilega svolítið sérstakt bragð af því. Hvers vegna? Kannski er það bara bollin. Þeir gera nefnilega gæfi. Þeir gera nefnilega gæfi munni. Svona þunnt og fallegt sko postulín, það breytir öllu. Já. En hvernig leggst sumarið í þig? Bara vel. Ég gera það. Ég hlakka til og þess vegna er ég hérna ennþá, eins sem ég þetta ennþá mjög skemmtilegt. Þú segir ég er hérna ennþá, þú semst ekki Skagstrendingur? Ég er Skagstrendingur, þó að pabbi minn hafi verið ættaður austan og mamma mín að sunnan, þá er ég Skagstrendingur. Og féllstu fyrir þessu húsi þegar þér bauðst að taka það á leigu? Já, mér leið svolítið bara eins og ég var komin heim þegar ég kom inn, lyktin af gamla viðnum og bara sjarmurinn yfir húsinu gerði það verkum að ég fékk þessa tilfinningu velkomin heim.
Þú ert líka með handverk, sé ég, er það mest eftir því? Já, mestmegnis. Það eru svona útvaldir sem fá að selja handverk hjá mér. Og svo ertu líka með myndlistasýningar, hverjir sýna hérna? Við reynum að hafa aðalega heimafólk, helst svona hobbylistamenn sem hafa ekki kannski endilega þorað út úr húsi og reynum svolítið að draga þá til að koma og sýna. Mikið af svona hobbylistamennum er að gera með fallega hluti. Nú er Skagaströnd ekki alveg í alfara leið, reyndar 21 kílómetra frá þjóðvegi 1, en segðu nú fólki hvað það er sem að Skagaströnd hefur upp á að bjóða? Við höfum upp á helling að bjóða hérna. Við höfum frábært kaffihús, við höfum spákunhofið sem er einstakt, við höfum skemmtilegt mannlíf og fyrir þá sem að koma hérna út þetta er ákveðlega skemmtilegt eða sérstaklega við sumartíman að fara hérna út fyrir Skagan. Það sem að sólin ekki sest á veturnar, þetta er bara svona óuppgötin náttúruparadís að fara hérna út fyrir Skagan. Sólarlagið á sumrið sem sagt er alveg hreint ómetanlegt. Ómetanlegt.